Í verkefni 4 ætlum við að fara að vinna með React og við ætlum sér í lagi að búa til frammenda ofan á það sem við gerðum í verkefni 3. Þannig að í verkefni 3 byggum við til einfalda vefþjónustu sem að við gátum búið til fréttir, við gátum séð fréttir og við gátum unnið með einhverja höfund og eitthvað svona. Þannig að núna ætlum við í grunninn að búa til React project og læra bara á það með því að nota bara React, getum nota React í gegnum Vite eða í gegnum Next.js. Ég ætla að nota Next.js í því sem ég ætla að gera fyrir verkefni 4, svo ætla að nota Next.js í verkefni 5. En við ætlum að vera bara með einhverja forsíðu sem birtir þá þessar fréttir sem að koma úr vefþjónustunni. Svo ætlum við að geta séð staka frétt og síðan ætlum við að geta búið til eitthvað, þess að posta tilbaka. Og það getur verið bara búið til breyta eða eyða höfund, búið til frétt með höfund eða breyta frétt með höfund. Allt út frá því í raun bara hvað ykkur langar að gera. En það í raun þetta, við erum að búa til eitthvað form í React sem að kallar í vefþjónustun okkar og túlkar svari frá vefþjónustun okkar og skilar tilbaka í frammendan hei, þetta tókst eða hei, þetta vitlaust eða eitthvað. Og fyrir forsíðuna ætlum við að byrja bara titilinn og útdráttinn og höfundinn og síðan síðufletting, þannig að við sjáum hérna, já, heyrðu, þetta eru 10 fréttir, það ný síða og þá það hérna, hei, og ef við notum bara beint það sem að koma úr verkefni 3, þar ein frétt, þannig að það áttu að vera með 11 fréttir. Síðan nýti ég á eina frétt, þá sé ég hana með bara sömu upplýsingum, titil, útdrátt og höfund og síðan bara öllum texta fréttarinnar. Þannig að tiltölulega einfalt þannig séð, en snertir á mörgum hlutum sem við þurfum að hugsa í uppsetningu á svona React verkefni sem notar einhverja vefþjónustu. Svo hérna 404, unnum með gögn og þá þarf ég að vera bregðast við því ef það 500 villa eða 400 villa. Og ef þetta hljómar kunnulega, þá þetta í raun sambærilegt verkefni og systurverkefni, verkefni 9 úr vefforritun 1. Þar sem það alltaf þetta að nú erum við að taka einhvern custom, einhverja HTML, CSS og JavaScript virkni sem kallar í einhverja vefþjónustu sem að ég finn og gef ykkur aðganga, nema núna erum við búin að búa það til og við erum ekki að nota eitthvað svona Vanilla.js útfærslu, við ætlum að nota React sem bara heilt frammenda framework. Síðan ætlum við að búa til að minnsta kosti 5 komponenta og þá þetta mjög keimlíkt því sem við gerum í verkefni 2, þar sem við byggum til að minnsta kosti 5 komponenta með JSX, nema nú ætlum við að nota JSX í samhengi við React. Síðan ætlum við að setja upp ESLint og við þurfum ekki að skrifa neinn test hérna. Og við ætlum að setja grunnslóðina á vefþjónustunni í ENV-breytu en við munum skoða það þegar við förum að vinna þetta hérna saman. Þannig ég að gera ráð fyrir því, þið eru bara fullir núna að klára hópverkefni 2. Ég ætla bara að byrja núna og fara yfir og þið munið síðan örugglega skoða eða horfa á þessa upptöku einhvern tímann þegar þið setjist niður og hafið tíma, athygli til þess að vinna í verkefninu. Og við munum halda áfram með þetta í næstu viku fyrir verkefni 4. Svo getið hérna, ef þið sjáu bara hérna, ok, ég gerði hérna skrifa frétt og mér langar að prófa hvernig það væri að breyta frétt. Þá getið þið gert það og þá getið þið fengið aukalega 10% upp að hámarki 10 ef þið eru alveg farið á flug. Og svo bara skilum við þessu og sko, keyrandi á Netlify, þetta má líka vera á öðru. Ég held ég að enn og aftur gerir þið mistök hérna, þetta þarf ekki bara á Netlify, þetta má vera bara allir hýsingu sem við getum kert þetta. Ef við notum til dæmis Next.js, þá mjög gott að nota Vercel hýsinguna og við munum aðeins skoða hana í næsta tíma. Ok, þannig ég ætla að byrja bara með alveg tóman editor hérna og ég ætla að nota þess Vite. Já, ég ætla að búa einhvers staðar til þetta, ekki hérna, opnum bara eitthvað folder hérna, desktop, web 2026, svona, og nú ætla ég að nota Vite sem við notum líka í vefforritun 1 ef við tókum vefforritun 1 senstu 3 árum og hérna bara þetta setja alls konar upp, þannig við ætlum að fara get started og þá eitthvað hérna og þá sjáum við hérna að það eru template fyrir TypeScript með React og
TypeScript og React. Þannig að við ætlum að nota React TS hérna þetta, hérna bjóð ég bara til eitthvað. Þannig að við getum bara keyrt þetta í þessu hérna hjá okkur. Og svona, og við ætlum þá að velja hérna stakkum þetta aðeins, við ætlum að velja React, svo getum við verið með svo TypeScript. Svo þess að núna, React breytingin núna seinasta stóra það að React ekki lengur bara framework sem við keyrum, heldur það framework sem við erum með compiler og býtir compilan kóða sem síðan keyrður. Við ætlum ekki að fara þangað en það hérna og svo eitthvað hérna en við ætlum bara að keyra TypeScript variant og nei, notum bara svona og byrja núna. Já, ok, þetta fyrir undir þetta, fæn. Þannig að þá setur þetta bara upp og við fáum í raun eitthvað skaffolda fyrir okkur hérna einhverju projekti og þetta installar og þegar við búið installar ætlum við að opna þetta möppu. Ok, þetta opnar eitthvað port. Nú ætlum við að opna þetta inn í hérna. Ok, og förum hér og þetta allt saman kunnulegt. Við fáum eitthvað readme sem segir okkur að þetta React TypeScript vít og hér eitthvað sem þetta að hugsa og eitthvað og já, við getum sett upp hérna. Hér hvernig við setjum upp ESLint, bara í readme-inu og hérna já, meir en það. En ef við skoðum þá hér, þá bara npm run dev sem keyrir vít. Það keyrir upp þetta hérna og þá það hérna og við erum núna með einhverja uppsetningu á vít. Hérna getum við farið yfir á React og hérna getum við farið yfir á vít síðuna. Og ef þið munið úr veffröndum 1 að þar skaffolduðum við með vít Vanilla.js project og það var nákvæmlega sama virkni þetta hérna. Sett einhver svona og svo var einhver svona counter og hann var í raun, þú veist, útfærið þá með Vanilla.js en núna hann útfærið með React. En þá sjáum við þetta allt mjög kunnulegt, við erum með public möppu, þar eitthvað SVG, við erum með source möppu, þar eitthvað SVG líka þegar við getum importað SVG. Svo erum við með eitthvað main hérna og mainið hér. Þetta svona sambarlegt við það sem núna í námsefninu en þú veist, React virkar þannig í grunninn að það finnur eitthvað element sem við ætlum að setja inn í einhver gögn. Þau gögn eru renderuð út frá React og React renderar hérna og við höfum séð þetta áður, JSX hluttré og það sem að render gerir að taka React hluttréð, búa til JavaScript útfærslu af JSX sem keyrir, sem býr síðan til bara document create element og update og allt þetta. Þannig að React hugmyndafræðin sú, við erum með virtual DOM sem það sem við representum með JSX og svo erum við með actual DOM-ið sem við renderum úr virtual DOM-inu yfir í DOM-ið. Þannig að þetta bara vörpun hann á milli. Og ef við sjáum hérna að þá erum við með bæði import from React og svo erum við from React DOM. Út af því að þetta virtual DOM ekkert bara hægt að kompæla yfir í HTML DOM, heldur líka hægt að kompæla það yfir í til dæmis iOS eða Android viðmót. Og það það sem React Native gerir. Það notar React, notar allt þetta sem við erum að fara að skoða, mest megnis, en notar síðan annað vörpun sem varpar yfir í iOS eða varpar yfir í Android útfærsluna á viðmótum. Þannig að það sem þið lærið hér í raun hægt að nota áfram í React Native og alveg kjörið ef að þið eitthvað óvissum eða viljið breyta að skoða í einstaklingsverkefninu. Bara gera eitthvað mjög einfalt React Native app og það hægt að nota Expo og Expo þá sambarlegt við vít. Það skaffoldar fyrir okkur og býr til svona grunninn sem við þurfum
til þess að geta búið til React project. Ok, hérna er verið að importa appinu sem þá í raun allt applicationuð okkar. Það er verið að importa index CSS sem þá bara grunn CSS og þá það bara hérna, þetta bara CSS eins og við þekkjum úr Webfortune 1, bara mjög sambarlegt. Og svo í appinu þá erum við með í raun appið okkar og það sem við erum að gera núna með þessari hvít uppsetningu er að setja upp client side only app. Það er ekki server side renderað. Það er client side renderað. Það þýðir, við erum með þetta hérna. Þetta er einhver virkni sem með hérna use state til þess að uppfæra einhvern counter. Þannig að þegar ég geri hérna button on click set count þá uppfæri ég eitthvað state að allt þetta er í raun böndlað í einhvern JavaScript kóða sem síðan keyrir. Þannig að þegar ég er hér og ég er að skoða þessa síðu þá er ég ekki með neitt hérna nema þetta div id root sem er hvert React renderaða hlutríðið á að fara og síðan vísun í það sem keyrir. Og hér er það bara einhver kompilaður kóði sem síðan með þessu source mappi og source mappið er leiðin til þess að búa til öfuga vörpun úr kóðanum okkar sem við skrifum úr þýttakóðanum yfir í kóðan okkar. Þannig að við getum núna, eins og við notum ef við munið eftir úr CSS hérna úr SAS útfærslunni, þá fáum við eitthvað compilað SAS en við getum farið og debugga það og séð hver á línan í SAS-kóðanum okkar. Síðan þegar við notum Next.js, þá er Next.js það sem er kallað meta framework. Það tekur React sem vill ekki kalla sig framework, vill kalla sig library, notar React og bætir ofan á það útfærslum á þessum verkefnum sem við verðum að skoða. API uppsetningum, routing, internationalization, static assets og fullt af öðru. Og gefur bara það í pakka og segir bara hey, hér erum við búin að leysa verkefni sem við teljum að sé bara í 80% af öllu verkefnum og leysa þau mjög vel að við teljum. Og hér getur þú þá bara keyrt það ofan á okkar Next.js frameworki og losna við í raun marga svona scaffolding, boilerplate vinnu. Og síðan segi ég, nú ertu komið Next.js project, það er mjög gott að deploya því hérna á Vercel, já, heyrðu, og svo bara borgar okkur smá pening og það er módelið þeirra. Next.js er í eigu Vercel, en er samt open source project og ýtir á og er í mörgum, ekki í mörgum, í sumum tilfellum virkar það langbest að keyra Next.js project á Vercel. Ef þið reynið að gera það einhvers annars staðar, þá getið þið lent í vandræðum. En það er alveg hægt, það bara er meira vesen. Ok, þannig að við erum hérna komið með þetta, þannig að núna getum við byrjað bara og sagt, ok, við erum hérna með eitthvað og við getum byrjað að skoða hérna, ok, þetta er strax svona svolítið skrítið og eitthvað sem að í Webfortune 1 ég segi ykkur að gera ekki, að setja on-click handler beint á elementin. En önnur pæling í React sem að svona ekki alveg, svona passar ekki alveg við suma svona skóla af pælingum í Webfortune er að HTML og JavaScript er það samtvinnað að reyna að halda því aðskildu er svona meiri svona einhver hugmyndalegur svona púritismi og praktískt blöndum þessu bara saman, að þetta er alltaf blandað saman. Og svo tók fólk þetta og sagði, hey, CSS líka. Þá fáum við þetta CSS in JS sem að ég stend við að eru mistök í grunninn. En er mjög þægilegt, þá fáum við TypeScript fyrir CSS okkar og þetta böndast allt saman og er allt voða fínt. En er síðan í praxís ekki alveg hratt eða þægilegt að nota nýja virkni í CSS. En allavega. En það sem er hérna og það sem að React gerir er í raun að leyfa okkur að setja JavaScript kóða og kóða sinn bara hérna
segðir inn í JavaScript, HTML hellið okkar í gegnum JSX. Þannig að þá fáum við hérna onClick, þá það bara einhver segð hérna og hún keyrir þetta. Svo kemur hérna count is og hér kemur segð inn í þessu sem við höfum séð þessi í JSX templateunum, þar sem við erum að birta gildið úr einhverju breytu. Nema þegar við notum þetta með Hono, þá vorum við að gera þetta statíst, að því leitið að við notum þetta fyrir templating. Við gerum þetta bara einu sinni og þá var þetta bara þannig. En hérna þetta í raun dynamíst. Og það með því að nota hérna use state. Og þetta það sem að flest þau sem fara að vinna í einhverjum stórum svona frammenda verkefnum lendi í því að viðhalda stöðunni í forritinu erfiðasta verkefnið. Og það sem að React vil segja í raun að við geymum bara stöðuna einhvers staðar og við tökum stöðuna pluss hérna UI-ið, blöndum því saman. UI-ið okkar fallið af stöðunni okkar og því sem á að birta UI-ið, templateinu sína. Og þá getum við bara sagt það að þegar við breytum stöðunni þá bara keyrum við aftur allt sem hérna og re-renderum. Þannig að þegar það sem að gerist hérna við ítum á takkan, takkinn kallar í setCount sem partur af því sem að kemur hérna úr React og eitt af því sem að þið ætla að skoða aðeins betur núna fyrir næsta tíma hvernig useState virkar með því að skoða bara skjöluna og dæmin sem eru í námsefninu en helst bara í dokkunum hjá React. Og setCount leið til þess að uppfæra stateið sem geymt í þessari breytu sem við byggum til hérna internally í React. Hér fáum við stöðuna á breytunni. Þegar það kallaði setCount þá sjáum við hérna að þetta eitthvað React set state action. Þetta fer bara inn í einhvað internal mekanisman í React sem segir hérna ok, það var að biðja set state. Ok, þetta nýja gildið. Ok, þetta staðan á virtual dominu. Ok, og þetta hérna hefur áhrif á þetta tré og það verður svona reconciliation. Það að segja, React skoðar hvað breytist við breytinguna á þessu hérna. Þannig að þá eitthvað, og þetta sem þessi compiler kemur inn í og hjálpar til við að finna út úr því, já, ég þarf eingöngu að breyta þessu. Allt hitt eins. Þannig að þá segir hún, ok, og ég bý til hérna DOM-aðgerðnar bara, DOM-aðgerðnar eins og við notum í Web 1 sem þarf til þess að uppfæra þetta. Þetta einnig skoðað fyrir hvert einasta state-breytingu og þetta önnur svona pælingin í React að við bara rendurum allt aftur. Við þurfum ekkert að finna út úr því hérna, koma með einhvern hníf og skera nákvæmlega út þetta hérna og finna nákvæmlega þetta hérna class name og þetta hérna og gera set inner text á þetta til þess að uppfæra það í nýja gildið. Bara rendurum allt heila klappið aftur. Og þá gerist það hérna. Það í raun uppfært í DOM-inu. Þannig að við horfum að hérna í þetta og þetta í raun DOM-breyting. Þetta bara að vera að nota DOM-aðferðunar lengst bak við tjöldin. Síðan fáum við út úr þessu, það sama við fáum með hérna, skoðum að við getum búið bara til einhvern hérna, við getum búið til counter.tsx og búum til þessu pláss hérna. Þannig að ég ætla að segja hérna export function counter og hérna gildir það sama, ég get tekið props. Ég get sagt title og ég get sagt props og ég get sagt return bara eitthvað p-counter, sama gildir og áður. TSX, þetta JSX hérna inni. Ég ætla að segja type props, title string og ég ætla að breyta þessu hérna, ég ætla að segja section h2 title counter og ég ætla að setja hérna vist að þetta counter importaði svona ég fæ villu
title is not, eða þú veist, is declared, það vantar title counter 1 og importa hér, vista, fæ hérna counter 1. Svo ætla ég að gera counter 2, 3 og 4 og ég fæ núna 4 countera. Þannig að þetta er að nota kraftin í HTML sem er þetta að vera deklaratíft mál. Ég segi bara það sem ég vil og ég gef því einhverja upplýsingar og svo bara er það renderað. Ólíkt því að hafa sagt, heyrðu, já, counter, það er hérna, kalli þetta hérna function og svo þetta hérna function og svo eitthvað render, punktur render. Ég seti þetta bara upp sem þessi JSX komponenta og svo bara birtast þeir. Og þeir eru bara renderaðir í gegnum renderin hjá React. Ok, svo tek ég í burtu þennan counter og segjum counter hérna og já, ok, gerum þetta bara eins og þetta er þannig. Svona, tökum þetta hérðan, færum þetta hérna, importum þessu, fjarlægum það hérðan og setjum það hér. Svona og svona. Og núna er ég sett núna með 4 countera og ég uppfæri þennan og hann er sjálfstæður og óháður hinum og þessi er sjálfstæður og óháður hinum og svo framvegis. Þannig alltaf núna þegar ég íta þetta hérna þá sér React, já, nú er verið að kalla á set state-in í þessum hérna komponent sem að myndar þetta hérna hluttré neðar í trénu. Þá þarf ég bara að rírendera það út af því að ég er ekki að gera eitthvað meira upp tréð. Þannig að þetta einangrar virkni niður í komponentin og leyfir að halda utan sitt eigið state óháð öðru. En síðan kemur alltaf spurningin, ok, en hvað ég vildi vera með einhvern counterinn fyrir ofan sem að væri hver er heildarstaðan í öllum counterunum. Og þá fyrir við að tala það að vera með svona global state eða state sem þarf að vera haldið utanum á einhverjum svona parent komponentum. Og við ætlum að skoða það aðeins seinna. Og það er alveg leyst verkefni og þau eru leyst með því að nota einhvern kontekst eða með því að vera með eitthvað action sem að við sendum niður í komponentin. Þannig ég geti sagt að hérna komponent tekur við falli sem hann kallar í ásamt því að uppfæra sitt eigið state, þá uppfæra hann eitthvað annað state. Og það geti verið set state úr parent komponentum. Þannig að það eru margar flækjur sem þetta að fara í þegar við erum að gera svona með state. En ok. Við ætlum að setja þetta upp núna á móti verkefni 3 og það var kannski svona áður en við förum aðeins að tengja við vefþjónustuna að þá er hérna hvernig viljum við setja upp síður, setja routing, hvernig leysum við routing í React, það er ekki augljóst hérna. Hvernig viljum við geta kallað í vefþjónustuna, er einhver leið sem við viljum gera það á einhvern ákveðin hátt? Já, það er ákveðin leið sem er að nota use effect í þessu tilfelli sem við erum að gera núna út af að við erum ekki að gera server-side rendering, við erum að gera þetta á clientnum. Svo er bara spurninga hvernig viljum við setja upp HTML-ið okkar og það er eins og kannski sáuð í þessu hérna, það er ekkert talað um útlit hérna, þannig að við erum að segja að það er bara algjört bare bones, þau eru ekkert dæmd fyrir útlit nema bara svona af þeim sem fer yfir og hefur engar leið til að setja representa það í einhverjum ykkar. Að þegar við erum bara að hugsa núna functionally að læra á og nota React. Þannig að það kannski svona mætir afgangi. Þannig að tökum okkur smá pásu og svo skulum við velja okkur eitthvað atriði til þess að byrja að tækla.